Gott kvöld og velkomin í laugardagskvöld. Já, það kannski meira við hæfi að kalla þetta Eurovision kvöld. Í dagskrá sjónvarpsins undirlögð undir forkeppni Eurovision sem hefst niðri í Háskóla bíói eftir klukkustund. Hingað koma því engir venjulegir gestir heldur eingöngu Eurovision farar og þeir ekki af lagaratæginu og lagavalið líka þessu merkt. Fyrsti gesturinn feikilegur Eurovision aðdáandi og hefur tekið þátt í keppninni bæði sem söngvari og starfsmaður. Fáum hingað inn manninn sem stundum sagður hafa breytt söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva, Pál Óskar Hjálmtýsson. Marg blessaður þér. Gaman að hafa þig. Og til hamingju með kvöldi? Já, sömuleiðis bara gleðilega hátíð. Það þetta ekki fyrir ykkur Eurovision fólk bara hátíðisdagur? Þetta algjör jól. Já. Fyrir mig sko. Eða svona Þorláksmessa. Já. Sko þegar jólin komu þetta náttúrulega þegar við förum til Lettlands. Akkurat. The Grand Prix. Og ætlar þú að fara? Ég meina, ferðu reglulega þar? Ég fer ekki út, ekki þetta árið sko. Nei. En ég hef samt verið að elta kettirnar sko, svona eins mikið ég get. Já. Síðan ég tók þátt af það 97. Já. Og ég meina það náttúrulega svo mikið starf, það full-time jobb að vera Eurovision aðdáandi fyrir það fyrsta ef þú gengur þetta leið. Einmitt, og það eru margir í því, það ekki, samanber þessa bók sem þú ert með hérna? Já, ég hérna með Eurovision biblíuna sem nýkomin út, þetta var gefið út í Þýskalandi í fyrra. Ein Lied kann eine Brücke sein, heitir þessi bók. Og hérna verið að vísa í lag sem að Þjóðverjar sendi í keppnina 1975. Já. Ein Lied kann eine Brücke sein þýðir eitthvað á það leið, lag getur verið brú. Já. Og hér kannski verið að vísa í, þú veist, í raunverulegan tilgang keppnina, sko, eins og þetta átti upprunalega að vera. Já. Að búa til svona einhver andleg bönd, Evrópulandanna á milli og einhverjar ímyndaðar brýr. Þannig að allir eigi að vera vinir og allir eigi að vera næs og láta tónlistina sko samin okkur í eitt stóran graut. Já, og það þannig? Ég meina, þessi keppni þannig? Já, þú veist, við erum búin að vera að vola hliðhótt frændum okkar í stegagjöfunni, skilur. Það má alltaf deila það og það er kannski líka einn parturinn af því sem ég er svo gaman af. Þetta innvortis rifrildi sem er í gangi. Já. En hérna, þessi keppni, og skulum víkja aðeins að til dæmis að því það er ágætlega svona dæmigerð fyrir keppnina. Þegar þú komst með þitt lag, 97, með Hinsti dans, það var í 20. sæti, við öll voða vonsveikin, en lagið er mjög frægt í þessum Eurovision heimi. Af hverju? Ég meina, það var augljóst hvernig lagið er, en ég meina, átti þetta, snerti þetta einhvern streng í hjörtum Eurovision aðdáanda? Ég held að ástæðan fyrir því að þeir muna það svona eftir þessu er svo einfald ástæða að lagið og sjóið í kringum það var einfaldlega hannað til þess að það yrði munað eftir því. Já. Og það er ástæðan fyrir því að ég er örugglega í þessu viðtali en þetta í dag. Og það er bara þetta besta mál. Já, já. Vegna þess að kannski, sko, gerði ég mér grein fyrir því allan tímana að Eurovision er ekki sá stökkpallur í dag og þessi keppni var kannski á ABBA-tímabilinu. Það er með öðrum orðum engin keppandi að fara að breytast í ABBA, jafnvel þótt hann vinni keppnina í dag. Við höfum svo allt aðra leiðir í að nálgast poptónlist og að prómótera poptónlist. Það sést nú bara glögglega á þessari keppni þannig kringum 83 þegar MTV verður að veruleika. Allt í einu var komið sko, stökkpallur fyrir poptónlist í sjónvarp, skilur bara allan daginn, allan þessu hring. Sem tók kannski við af Eurovision eða hvað? Að vissu leyti, En hvað er þá keppnin í dag? Hvað er Eurovision keppnin í dag? Sko, keppnin er fyrst og fremst dægrastytting. Já. Og líka, þú veist, svona handshake, vináttubönd, gaman, þú veist, og hafa það gott og næs. Já. Og þetta er náttúrulega algjör sko gróður að stíga fyrir þessa aðdáendur sko, sem að mæta alveg sko hvert sem þið fara. Og ég skal lofa þér því að eftir sko þessa undanúrslitakeppni hjá okkur í Íslandi í kvöld, úrslitin verða kunngjörð á netinu og komin á internetið á allar þessar Eurovision heimasíður. Sem sko skipta hundruðum. Já, sem skipta hundruðum. Og þetta verður upplýsingarnar verða komnar og búin að leka út klukkan 6 í fyrramálið eða á miðnætti í kvöld. Þeir eru svo hardcore, þú veist. Talandi að hafa gaman á þessu, þú ert nú ekki alveg saklaus að því sjálfur. Þú varst eins og sagði starfsmaður keppnir og það meina ég að þú varst íslenski kynnirinn. Þegar þessi manneski hér, Dana International, sigraði. Yes. Hvað, í Englandi eða ekki? Það var England og hún keppti fyrir hönd Ísrael. Já, hún keppti fyrir hönd Ísrael. 98. Við skulum heyra loka orðin þín á þeirri keppni sem starfsmaður keppninar. Heyru það núna og sjáum hérna myndir. Hvar er hún? Hún lætur bíða eftir þessu. Hún er stjarna, hún má það. Já! Hún er mætt í sjópólgolti hér í kjólnum, en yndislegt. Hún bara skellti sér í hann. Svona, í tilefni dagsins. Alveg yndisleg hönnun. Æ, þegiðu Terry Wogan.
Yeah. Get that queen off that stage and get the diva on that stage. Við þökkum kærlega fyrir útsendingum kvöld. Páll Óskar er að segja blessu ykkur líka því að ég ætla að leyfa henni Dön International að syngja vinningslag Eurovision keppnina 98 í friði. Ísrael vann með glæsibrag. Diva! Viva la diva! Takk fyrir mig og ég ætla að fara í partí núna með henni. Viva Maria, viva Victoria, Afrodita. Viva la diva, viva Victoria, Cleopatra. Viva Maria, viva Victoria, Afrodita. Fórst í partí? Af hverju kynni ég þessa keppni gjöftan? Á gríns? Það er fundið eitthvað betri mann, ég veit ekki, þetta var bara eitthvað svona... Já, alveg, mér langar að kynna hann aftar, þú veist. Já. Þetta er æðislegt. En fórst í partí með henni? Já, ég fór. Já. Auðvitað, þetta var geggjað og þetta var líka, ég var líka svolítið að samgleiðast henni Dönu International því að mér leiði náttúrulega svolítið eins og hún væri að draga að landi ákveðið konsept sem ég kannski byrjaði á. Ok, einmitt. Af því að ég vil að Eurovision-keppnin sé í takt við tíðarandan og takt við tíman. Talandi þetta á tíðarandan og þig og Dönu International og svona, keppnin hefur verið dálítið, þarna úti allavega, hörðustu aðdáendur keppninar eru flestir samkynhneigðir karlmenn. Hvernig stendur á því? Við getum komið með mýmargar svona getgátur og ástæður fyrir því. En ég gæti ímynda mér sem gay maður sjálfur, að hommarnir hafi svona gaman að Eurovision út af þessum búningum sem stundum, sem fólk lætur stundum sjá sig í þarna sviðinu og þessi svokallegu hairdos from hell og einmitt allir varalitir sem að fara á tennurnar og hárliturinn sem lögur og í skipturnar á liðinu í hitta og hitta leiksins. Talandi það, ég er með það hérna, við skulum sjá það, þegar Tóta og Sigurvegari 1990, hann var greinlega með svona lélegan hárlit. Já, nákvæmlega, frá Ítalíu. Já, sjáum þetta er frekar fyndið. Ítalski hárliturinn. Hann sjáðu, blettirnir á þessu hvítu peysinu, þetta er hárliturinn sem er búin að lega hann í peysuna. Þetta er árið sem eitt lag enn var fyrir okkur. Jú, vissulega. Við vorum þannig sigur í mér, skilur við, en eru samkynhneigðu kallarnir að finnst þeim þetta fyndnara heldur en öðrum? Að fiska eftir þessu, að vissu leyti, þá eru þeir að fiska eftir þessu. En svo náttúrulega, að getnu til þetta, þá hafa samkynhneigðir kallar mjög gaman af tónlist og kannski Eurovision, ég er með, þú veist, heila bók. Þetta er hálf öld, saga Eurovision í halva öld. Og lögin og minningarna skipta þúsundum. Og svo kannski hafa hommarnir líka sérstaklega gaman að því, þessum eiginlega svolítið absúrt, þeir hafa kannski þennan akkurat passlega húmor fyrir því að það er í rauninni ekki hægt að keppa í tónlist. Ég er þeirrar skoðunar að þú getur ekki keppt í einhverju sem er ekki mælanlegt í bókstöðum eða tölustöðum eða tíma. En síðan er þetta náttúrulega, þetta er svona einn ákveðin hluti og þetta er náttúrulega þessir sem að fylgja keppnin eftir og fara á ráðstefnur. Þetta eru svona Eurovision nördarnir, ef svo má segja. Algjörlega. Þetta er alveg svo Star Trek ráðstefnur, skilurðu. Það sem nördin mæta, hittast, allra þjóða kvikindi, bara mæta á sama stað og er þess að skiptast á svona munum, skiptast á plötum. Þarna, til dæmis, ég var einu sinni í Frankfurt og þar var einn aðdáandi sem var að leita, hann var tilbúinn til að borga hvað sem var fyrir 7 tommuna af Gleðibankann. Einmitt. Þú veist. Og svona virkar þetta. En síðan fyrir utan þennan harðasta kjarna er náttúrulega hundruður milljóna sem horfa á hverju ári og hafa mjög gaman að þessu. Og er ekki gay. Einmitt, og þetta sameinar ekki bara Evrópu, heldur svona einstakar þjóðir líka og besta dæmið þetta er sennilega þegar Selma fór út og hver einasti maður sem vettlingi gat valdið á Íslandi horfði á lagið hennar. Hún er komin inn á sviðið, ég held að sé ekki hægt nefnilega að vera með Eurovision þátt á þess að heyra í Selmu sem hefur náð besta árangri okkar í keppninni hingað til og hún er komin hér á tónlistarsviðið, tapaði reyndar fyrir einhverju sænskri stúlku sem enginn mann lengur hvað heitir. Skulum hafa að heyra okkar lag, All Out of Luck, í nýrri og skemmtilegri útsendingu. Selma, gjörðu svo vel.
through a heartache. Just picture a spring day and play in the bright daylight a while. So give it a chance, you won't regret it. 'Cause you know today won't last forever. Tomorrow has a brand new name. I'll give you all that I can offer. The rest is all up to you. Yeah, you're all out of luck. If you wanna give up, you've got to let go of all your bad memories. Breaking it up means bringing it down. You need to get right back on track. 'Cause you're all out of luck. If you wanna give up, you've got to believe in yourself. You'll be fine 'cause you'll be mine. So just wake up before it's too late. And you're all out of love. Ooh, all out of love. Hey yeah, oh yeah. Ooh, all out of love. Hey yeah, oh yeah. Don't work on a Sunday. Don't sleep on a Monday. Tomorrow's a new day all the time, just waiting for you. Yeah, from dawn until midnight, or asleep in the moonlight. You'll always be alright just as long as you follow your heart. Yeah, you're all out of luck. If you wanna give up, you've got to let go of all your bad memories. Breaking it up means bringing it down. You need to get right back on track. 'Cause you're all out of luck. If you wanna give up, you've got to believe in yourself. You'll be fine 'cause you'll be mine. So just wake up before it's too late. And you're all out of love. Ooh, all out of love. Hey yeah, oh yeah. Ooh, all out of love. Hey yeah, oh yeah. Ooh, all out of love. Það var frábært. Það var stórglæsilegt, gaman að fá þig. Já, heyrðu. Og gleðilega hátíð. Já, gleðilega hátíð. Heyrðu, þú lítur stórglæsilega út, Selma, ég má nú til með að kommenta á það. Fyrir þakka þér. Ha, nýbúin að eignast barn. Já, fyrir 2 mánuðum, rúmlega. Og aldrei verið glæsilegri. Ó, takk fyrir það. Heyrðu, hvernig hefur svo stuttið það? Hann hefur það mjög fínt. Er það ekki? Jú, jú. Gengur vel að vera Mikill mamma? bolti. Já, það gengur bara mjög vel. Já, gott. Svaf ekkert mjög mikið fyrst, en þetta er alltaf komið. Heyrðu, þetta var frábær útsetning á laginu. Já, Þorvaldur bara svona skellti þessu saman. Já. Boðaði þetta yndislega fólk með mér inn í stofu heim til mín og settum saman svona gítarversjón. Já, þetta er sem sagt höfundurinn sjálfur, Þorvaldur. Já, Þorvaldur Bjarni. Og 2 af 3 bakvörðum sem voru með þér úti. Já, Stefán og Hansa voru bæði með mér úti. Já. Og svo var Rúna Stefánsdóttir líka með okkur, en hún er ekki í dag. Nei, Regína er í staðinn. Regína Ósk í dag. Og kannski sýnir svona kassagítarsútgáfa bara fram að það að gott lag er gott lag. Algjörlega. Og þetta flyti það í hvaða versjón. Hver mann eftir þessu lagi þarna sem var þarna nokkrum stegum fyrir ofan okkur? Enginn. Nei, ég veit ekki hvað tala um. Ég veit alltaf hvað þessi pía, þessi sænska pía er að gera núna í dag, sko. Því að ég er alltaf aðdáðandi. Þessi Charlotte Nilsson, hún er að syngja á einhverjum sænskum félagsmiðstöðum núna í dag. Mjög low-key gig. Og henni var ekkert voðalega vel tekið. Þeim var næri sem Evrópubúum að kjósa. En ég man þetta kvöld þarna út í Jerúsalem. Þú varst sko svo langt frá því að vera eitthvað svekkt og þú varst svo ánægð bara með hvað þetta gekk vel hjá ykkur og svona. Var það alveg raunverulegt? Það var alveg raunverulegt þarna úti í Jerúsalem, segi. Svo því ég kom heim, fór að horfa á keppnina, þá blossaði upp reiðin. Þá bara sá ég að við vorum bara miklu flottari. En mér fannst það. Já, þá líka sástu kannski hvað varst nálægt þessu bara. Já, þá svona, munaði bara nokkrum stigum. Einmitt. Manstu hvað þú varst ekkert í Jerúsalem, nei? Nei, ég var heima í íslensku Eurovision aðdáendapartí. Við elduðum Time Out og vorum að fríka út.
Það er einhvern veginn, þegar við vorum að tala um þetta fyrir þáttinn, það muna allir sko hvar þeir voru þegar þú varst að syngja þetta. Og af því við vorum með þessa fínu útsetningu af laginu, þá ætluðum við ekkert að sýna neitt brot úr þessu. Svo fór ég að horfa á þetta að ganni og hugsaði, það fá allir, sko ég fæ gæsa þegar ég horfa á þetta, ég held að fá þetta allir, við skulum sjá aðeins brot af þér á sviðinu út í Jerúsalem. Sýnir þetta bara ekki á sannar að þegar okkur tekst vel upp og þegar sko lögin eru svona flott og allt í kringu þau, að þá er Eurovision bara frábært sjónvarpsefni. Já, það er það. Já, og þetta er klassískt, það er að horfa á þetta aftur og aftur. Og þetta er náttúrulega næsta atriðið á eftir Palla frá okkur. Við vorum ekki með þarna á milli. Og þú hafði náttúrulega hitað ágætlega upp fyrir okkur. Já, Palli var sko, það var mjög mikið spurt Palla úti. Hvað hann var að gera og hvernig hann hefði það og svona. Já. Þannig að það var greinlega mikil stjarna. Við segjum alltaf, hann er sko risastór stjarna, þú veist, og hann er alveg að koma bara í breykinn á Bandaríkjamarkað. Já. Það var að tala sko Pála sko og Björk í sömu andrá. Já. Herðu, en þetta tókst rosa vel atriði, var ekkert sem kom upp á meðan varst að... Jú, það var nú ýmislegt. Fyrir að fyrsta þá sko rétt greindi ég byrjunin á laginu. Já, í hljóðið? Já, það var svo lágt stilt sko að ég var sko, það svona hjarta það mist úr slag og ég bara byrjaði og sem betur fyrir var það rétt. En svo var nú líka annað að hann í gólfinu, ég veit ekki hvort það sást, það voru svona ljós og það var hólur fyrir ljósin. Og ég lenti því á einni æfingunni að festa hælinn minn ofan í hólunni og bað vinsamlegast að þetta lagað. Herru, og svo bara líður og býður, ég mæti á fleiri æfingar og ekkert gerist og ég byrja að panika. Generaðpröfunni, stígi aftur ofan í og bara festist. Því að ekki nóg með að vera hól í gólfinu, þá var sko gólfið líka hallaði niður og var mjög flughált. En þannig að ég myndi þá eftir því að sviðsstjórinn sjálfur hafði komið til mín á generaðpröfudaginn og sagt mér að hann hefði veðjað $100 á að ég myndi vinna. Þannig ég labbaði til hans og sagði, það er alveg ljóst að þú tapar $100 ef þú límir ekki fyrir þessu ljós. Svo þegar ég steg á sviðin kvöldi, þá var hann búinn að líma fyrir þér. En hann tapaði þeim samt. Já, en ykkar atriði beggja eru þau seint kölluð hallærislega eða asnalega, en það er samt eitthvað sem stundum er sagt þessa keppni svona í heild, að hún sé eitthvað lummuleg og svona, ég meina þau hefur pottið heyrt að bæði þegar þau voru að leiðin út. Já, og er það alveg, mörg atriði eru lummuleg, en það sem ég veist kannski skemmtilegt við þessa keppni það er að sjá hvað er að gerast í hverju landi fyrir sig og það eru að sjálfsögðu mjög ólíkir hlutir eins og til dæmis á Grikklandi og svoleiðis, þau koma alltaf með mjög þjóðlegt, Tyrklandi og svo eru kannski Norðurlöndin og Bretland sem eru svona kannski meira í dag, þú veist það sem er að gerast í heiminum í dag, í tónlist, en svo eru hinn alveg mörg önnur lönd svona 7 árum á eftir og það finnst okkur kannski ofsalega hallærislegt, en ekki heim. Austur-Evrópa tekur keppnin alveg rosalega alvarlega og er rosalega, ekki með húmor fyrir þessu sko, og svona dramatísk lög og mikil svona umfangið á þessu. En ég held þessi keppni verði fyrst kannski hallærisleg þegar kannski þáttakandinn og keppandinn eiginlega veit ekkert hvað hann er að gera á sviðinu. Og það er mjög oft sem það gerist og maður fattar það og finnur það að viðkomandi söngvari er að syngja lag sem hann passar engan veginn inn í, var kannski samið ofan í hann og hann veit ekkert undir hverju hann stendur sko. Þess vegna
vil ég kappkosta það að senda fólk út í þessa keppni sem sjálfur sér samkvæmt. Í sko lagi og ljóði og öllum hérna pakkanum. Það allan vorum við Selma. Við vorum að fíla það í botn sem við vorum að gera. En nú hérna, þegar þið bæði voru valin, þá var ekki forkeppni. Þið voru fengin til þess að gera lög. Það gekk vel hvort að sinn hátt. Hérna, þitt lag það svo lag sem allir þekkja, allir geta sungið. Þitt lag ekki alveg þannig. Þetta eitt af fáum Eurovision-lögunum okkar sem menn geta ekki endilega raulað. Þetta var sko gert ásettur á því að senda sko út eitthvað lag sem ekki með neinum kórus að þetta átti ekki að passa inn í neitt sko Eurovision kökuform bara fyrr eða síðar og til þess að leikunum gerði. En mér finnst þetta ofsalega, þú veist, hjartað á mér sko brotnar í tvennt alltaf þegar ég syngi þetta lag og þegar ég heyri þetta lag. En þegar finnir þetta úti, sko, aðdáðanir, þeir voru bara London, Paris, útlendingarnir að syngja það, sko. En hvernig ekki gaman samt að hafa svona forkeppni? Ætlar ekki fara á þetta? Jú, að sjálfsögðu. Og mér fagna því að, að RÚV sé að standa fyrir þessu. Þetta bara gott fyrir lagahöfunda sem langar til að senda inn og þetta bara mjög skemmtilegt og byggir upp svo mikla spennu. Stemningu. Fín innvortis spenna fyrir landan. Við skulum við ætlum að halda áfram með þetta en við ætlum að fá annað lag. Lag sem allir Íslendingar þekkja og kunna. Það lag sem allir geta raulað. Kannski ekki þessar útgáfur sem við heyrum hér. Þetta fyrsta Eurovision-lagið okkar. Lagið sem átti að sigra heiminn. Gerði það ekki alveg, en á sinn sessi í hjörtum okkar. Sjálfur Gleðibankinn í flutningi Mannakort. Skjörðu þessu vel. Yeah! Tíminn líður hratt á gervihnattaröld. Hraðar sér hvert dag, hraðar sér hvert kvöld. Ertu stundum hugsandi yfir öllum gulum miðunum sem tekur kannski of mikið út úr gleðibankanum. Ertu bugað til, nýttu allt í nótt. Leggur ekkert inn, tekur bara út. Syndir þínar sem þú aldrei drýðir, sitt í tanganum. Og óurteistu tékk í gleðibankanum. Þú skal syngja lítið lag lífsgleðina sjálfa í brjósti þér. Og láttu heyra að þú eigir ennþá trú og von. Kósí lítið lag sem gæti gripið mig og hvern sem Þú gætir jafnvel unnið Eurovision. Ertu bugað til, nýttu allt í nótt. Leggur ekkert inn, tekur bara út. Syndir þínar sem þú aldrei drýðir, sitt í tanganum. Og óurteistu tékk í gleðibankanum. Þú skalt syngja lítið lag lífsgleðina sjálfa í brjósti þér. Og láttu heyra að þú eigir ennþá trú og von. Kósí lítið lag sem gæti gripið mig og hvern sem Þú gætir jafnvel unnið Eurovision. Já, þetta var gaman að sjá. Helvíti var gaman að sjá þetta. Takk fyrir þetta. Alltaf gaman að heyra. Velkomin þáttinn, gaman að fá þig.
Þjóðsöngurinn. Þetta er þjóðsöngurinn. Þetta er þjóðsöngurinn. Já, ég fyrir að hallast að þetta sé svona nálgast að það var. Það er skemmtilegt að sjá landsliðið syngja þetta. Já, akkurat. Þetta er líka svo mikill þjóðsöngur af því að við búumst alltaf við svo miklu og svo einhvern veginn kannski kemur það ekki alveg. Jú. Nema í undantekninga tilvikum. Hann lifir alveg ótrúlega bankinn, það er merkilegt. Ég man þá tíð þegar ég var 16 ára og þú varst þarna úti. Það eina sem við vorum að spá í og það eina sem við höfum áhyggjur af var bara hvar ætlum við að halda keppnina. Já. Er Laugardalsvöllur nógu stór? Það var hvar? Já. En þegar ég hringdi því að var sem fáði þáttinn, þá var aðeins að velta fyrir mér ætli þetta sé eitthvað sem hann finnist rosa hallærislegt, ætli það sé eitthvað vandræðilegt að hringja hann út af gleðibankanum. Hvernig er það? Er eitthvað einhver svoleiðis tilfinning? Nei, alveg langt í frá. Langt yfir, akkurat. Já, ég hafði bæði gaman að þessu og fór í gegnum allan tilfinningaskalan, keppnisskapið og svo fór ég að sjá að þetta var bara virkilega skemmtilegt og eftirleikurinn er búinn að vera skemmtilegur líka. Já, en það gekk sko laginu ekkert svo illa, við bara byggumst við svo miklu. Palla gekk miklu verð til dæmis. Já. Ég? Já. Ég var þeir eru einu sæti neður en mína sem að... Hafi ég verið tapsár eða semst verið með eitthvað svoleiðis tilfinning að ég er ofsalega sári við því að lenda neðala, þá sá einlega finnski söngarinn sem tók þátt í keppninu það að það var ekkert svoleiðis í gangi. Nei, hvernig þá? Á hótelinu sem við vorum á þá voru finnsku keppendun líka og þeir fóru alltaf á kvöldin niður í Hótel Andiri og þar voru hljóðfæri og svona og þeir spiluðu og djömmuðu til klukkan 6 á mótana. Já. Og svo var það svona happa og glappa hvenær þeir mættu á æfingar sko. Já. Þeir voru bara að skemmta sér. Já. Og þessi finnski hann sagði ég bara, frí ferð frá Finnlandi og góðu matur og gaman og ágætis slag. Flottur söngvarið þetta. En hann var búinn að skemmta sér svo mikið þegar koma útsendingur að hann kom ekki upp einu hljóði. Og þú veist, honum fannst það var bara ægilega gaman að vera þáttakandi. Vera með fólki, hitta fólki og svona. Þannig að þú kannski séð það pínu eftir á einmitt, þetta er kannski viðþorfið sem að... Mér finnst það sko, þetta er fyrst og fremst entertainment. En við tókum þetta rosalega alvarlega það ekki, við Íslendingar? Jú, alveg, það var náttúrulega alveg gigantísk pressa á okkur. Já, alveg rosalega. Ég vil að viðkjanna, hún fór inn að daldi sko. Við heldum öll að þið myndu vinna, það var ekkert öðruvísi. Við heldum að þið myndu vinna bara. Já, það var ekki spurning það. Einmitt. En það ekki bíll á götum úti þegar hún fór. En svo var farið, svo eftir stöðarna menn voru að tala um að hljóðið hefði klikkað og reynda klikkaði hljóðið. Það var upptakan var handónýtt á laginu hjá okkur. Manst þú sjálfa hvernig þér leiða því að ég var að skoða hvernig einkunnagjöfin var fyrir þetta í Biblíunnar Palla. Sko, fyrstu 5 þjóðirnar gaf okkur ekkert stig. Og svona fyrsta þjóðinu sem þetta er nú meira auðlandir og svo bara býtt eftir Dusupóa, svo kom það aldrei. Hvernig leið ykkur inn í, við fengum aldrei að sjá mynd af ykkur náttúrulega. Ég var nú að reyna að rifja þetta upp núna þegar þú hringdir í mig og í raun og veru þá var ég bara ofsalega feginn þetta á búið. Vera búinn að klára þennan pakka og komast sko í gegnum þetta án þess að gera einhverja þvælu. Og bara gott að vera búinn, það var svona orðið, hjá mér var þetta aldrei spennufall sko. Og í rauninni spennufall sem að endist næstu 5-6 dagana sko. En þið stóðu eitthvað vel á sviðinu, ég held við getum ekki annað en bröðu þessu aðeins upp á skjáin að sjá þetta stórkostlatri, Bergen 86. Já. Helga, Völler, Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson og nú býður Klefland okkur velkomin. Íslendingar verið velkomnir. Banque d'espoir, Bank of Fun. Et l'orchestre sera conduit par Gunnar Þórðarson. Stjórnandi hljómsveitar Gunnar Þórðarson. Tíminn líður hratt á gerfinætta öld. Hraðar sér hvern dag, hraðar sér hvern kvöld. Ertu stundum hugsandi við öllum gulum miðunum. Þú tekur kannski of mikið út úr gleðibankanum. Heldur dugar þig, nýstu allt í lúft. Leggur ekkert til. Ég fæ gæsa út. Helga Möller er líka búin að kjafta því í mig og það var svona
ákveðið svona generalpröfu drama líka í gangi hjá ykkur af því að útsetningin á laginu var svo flókin. Já. Og þetta var víst eina lagið sem hljómsveitin bað sérstaklega að fá að spila aftur bara nokkru mínútur fyrir keppni. Já. Jú, þetta er rétt hjá henni, sko. Þeir réð ekki að gera? Já, bara, útsetningi var bara flókin. Já. Mikið skrif og mikið hraði og tempó, sko. Þetta er náttúrulega svona lykkjur og frasar sem eru dálítið töff. Sko, þarna voru við... Svo var líka svo að það var lag á undan ykkur að keppa sem var allt af segurbandi, allt af teipi. Já, frá Bretlandi. Já, frá Bretlandi, ég maður eftir því. Við fengum það mix. Já. Það var komið svona automation mix á allt dótið og þeir glimta að setja mixið og akkar og þess til okkar. Sko, maður velti aðeins fyrir sér, voru þið að grínast með þessa búninga eða var þetta töff þá? Nei, sko, ef ég byrja nú á byrjunum, hefst nú upptalningin á þessu saman. Sko, við vorum sendir í danstíma. Já, einmitt, hjá Sóley. Ég og Eiki, að sjálfsögðu náttúrulega, við vorum náttúrulega bara hallarislegir, einfalt mál, bóknir í baki og svona, og þungar okkar annar og hinn eitthvað. Og svo vorum við settir í hendurnar á Dóru, búninga henni. Einars. Já. Og ég sérstaklega man þetta í fyrsta danstíman og þá kemur Dóra með svona búninga til þess að máta okkur. Já. Og aðal vandamáli hjá Sóleyju var að, sko, ég gamli sauðaþjófurinn frá ég var alltaf að toga buxurnar upp. Hún var alltaf að toga það niður, en Eiki var með það niður á rassi. Já. Alltaf að toga það upp. Og þetta var þetta var ábyggilega pein fyrir Sóleyju að eiga við á. Já. Styrbauðsalegin náttúrulega agalegi. Já. Það voru búningarnir sko þess, ég var aðeins Já, búningarnir, já sko, við réðum einhvern. Nei, ok, þið voru bara settir í eitthvað. Einfalt mál. Og undarkeppninni, ef þið hafið séð búningarnir sem ég var í þar, þeir voru náttúrulega sko alveg það. Þar söngstu út að lagi einn, er það ekki? Stórkostlegir. Þar söngstu lagi einn, er það ekki? Græna kápan sem ég var í það með. Ótrúlega. En þetta er nefnilega, þetta er sko, maður heyrði það líka hérna áðan í útsetningur ykkar hérna áðan, þetta er skemmtilegt lag, það er gaman að þessu lagi. Já, já. Þetta var eitthvað svo mikið skraut á þessu öllu og það var alveg óþolandi. Við erum að spila þetta núna á sko, öll hugsanir tækifæri. Já, það ekki? Jú, það verður allt alveg bara bókstaflega snar galið þegar ég opna kjaftin, sko. Mér finnst alltaf að ég fyndi. Já, þetta er fræðilega setning sem þú hefur sagt. Við erum svona, þetta er svona plat hjá okkur, sko, við byrjum lagið þannig að það þekkir enginn hvað lag þetta er leið og fyrsta orði kemur og þá geggjast allt. Já. Og gaman aðeins. En talandi hvað þetta getur verið hallararslegt eins og í forkeppni, ég ætla ekki að segja neitt með ykkur sko, en hérna, það er hérna bara dæmi sem er nánast varlega handahófi, en á þessum tíma svona aðeins fljóðlega eftir ykkur og svona, það var allt hallararslegt. Sjáum ástarævintýri á vetrarnótt, held ég þetta heiti. Ég er vindurinn sem drýpur og í vindum dansir með, yfir verðleysur og hansjó, verði hvert á land sem út í víðan geim, á vetrarbrauð, vegir með þér. Ég maður líka alveg eftir snilldar undankeppni það sem að, ég veit ekki hvort að Dóra Einars sé ábyrg fyrir því, en það var bara, þú veist, búið að henda lag yfir allt. Þú veist, það var lög út allt hvít, öllu bakkað inn. En hvað er með hártískuna á þessum tíma? Hvað er með þetta? Og það er bara, sko, ef það var minnst á vind í textanum, þá var viftan sett í gang. Hártíska, þetta er náttúrulega bara sítta aftana, vandtíminn og það allt saman. Þetta var ekki að gera Eyva neitt greiða, sko. Nei. Nei. Þú ætti bara að horfa á sísta aftan flaksast. Ég heyrði nú eina sögu, síðan ekki dýraðin í keyptana, en þegar Eyvi bað Björn Jörundi að syngja með sér í landslaginu, Álfheiður Björk, þá sagði Björn sér eftir hann að hlusta á lag, flott lag, ég skal gera þetta og klippið, annars ekki. Og hann gerði það. Og þjóðin þakkar Björn Jörundi fyrir. Þetta er náttúrulega sko Eyvi sem hefur samið eitt af okkar allra bestu Eurovision-lögum og mörg góð í forkeppninu og svona. Já, Nína. Þetta er bara þetta tímabil, sko. Haldið það til dæmis ykkar lög tveggja verði svona eftir nokkur ár? Ég veit að frakkarnir, sko, á dönsurnum, ég var höruglega eftir að vera svona. Já, frakkarnir á dönsurnum, já, einmitt. En
Já, maður veit náttúrulega ekki sko. Maður vill ekki segja það en það getur vel verið. Frakkarnir voru náttúrulega aldrei milli tannanna fólki eftir keppnina. Já, það var nú eins sem skrifaði í mokkan og sagði að þetta var allt frökkunum að kenna sko. Ef þessi dansar hefði ekki þessi frökkun þá hefði við málað þessi kenna. Hver veit? Ég er búinn að tryggja mig fyrir því að mitt atriði mun aldrei lúkka hallærislega. Því að leður og latex mun alltaf vera klassísk. Þannig að ég alveg tryggði mig fyrir því. Núna er það svo að lagið okkar sem að vinnur í kvöld, það verður númer 1 í keppninni. Það er lagið sem hefur keppnina. Hvernig er það fyrir fólkið? Þegar að vera þarna baksviðs og svona, hvernig er það? Er erfitt að byrja, haldið þið? Ég skal koma í punktu það sem svona Eurovision aðdáðandi og búin að pæla í svo rosalega mikið. Það er nefnilega fínt fyrir lög að hefja keppnina. Sérstaklega þegar símakosningar að ræða. Þannig að athygli áhorfenda er við skjáinn og þess vegna er sérstaklega gott að vera annarkvæmt framarlega eða aftarlega í keppninni. Og það eru dæmi þess að lög hafa unnið, sem hafa verið fyrst í röðinni, Brotherhood of Man, Diggiloo Diggiley. Diggiloo Diggiley. Og Brotherhood of Man er með Save Your Kisses for Me. Já, og hvað var þriðja lagi sem hefur... Það er Ding Ding a Dong, hollenska lagi. 75, já. Þessi 3 lög unnu. Það eru líka dæmi þess að síðustu lögin í röðinni hafi líka unnu. Þú veist eins og I'm Busy Frieden, með Nicole. Og lögin sem hafa unnið undanfarin ár eftir að símakosningin var tekinu upp hafa öll verið aftarlega í röðinni. En Selma var inn í miðju og á stað sem við heldum að vera rosa vondur strax eftir auglýsingarhlé. Já, maður veit ekki hvort að það hafi ykkur áhrif, en það getur náttúrulega vel verið. Fólk stendur upp, fer á klósettið, nær kannski síðustu mínútuna á laginu, maður veit það ekki. Ég man að Bosníu-Hercegovina gaf okkur ekki neitt stig þegar þú varst búin að taka 12 og 10 frá öllum. Þeir eru bara svona lengi á klostinu. Ég hugsa það. Það er sennilega málið. Það er málið. Nú, hvað voru þið? 6 eða 7 eitthvað svolítið ekki? 6 minnum við. Já. Mikið stressaður en fór á sviðið? Nei, það var svona glímuskaft í mann að sjálfsögðu. Funduð þið pressun einhvern veginn að heimann? Já, svona vissu leyti, sko. Eru þið að hugsa það þegar þið eru á sviðinu? Eru þið að hugsa heim? Eru þið að hugsa já, nú er þjóðin alltaf að horfa? Nei, ég má ekki hugsa svolítið. Þá bara hefði ég panika, sko. Þá bara 1 gig, 1 af mörgum. Já, ég passaði mér reyndar á að aftengja mig, sko. Það var mjög auðvelt að gera það út í Bergen og Glöyti. Það var æðiskengi veisla þarna, sko. Það var ofboðslega vel tekið á mót okkur og mikil veisluhöld og mikið tilstand og bara, þetta var náttúrulega, þeir gerði þetta náttúrulega með algjörum bravo, sko. Þetta er óslega gaman. Ég var ekkert stressaður í útsendingunni, ég fílaði mig í botn. Einfallega vegna þess að þetta var svo professionalt. Og þegar þú vinnur, sko, og ert að performera undir svona professional kringumstæðum, þá getur ekki verið stressaður, sko. Og eru það ráðin sem það hafið til krakkana sem núna eru að skjálfa á beinunum, sko, baksviðs niður í Háskóla Bíói? Er það bara einhvern veginn, hafa gaman að þessu? Að sjálfsögðu, hafa gaman að þessu. Ég verð sko stressaður að syngja í brúðkaupum heldur en þannig. Í alvöru? Já. Ég held númer 1 að sko njóta augnabliksins, þetta er náttúrulega gæða augnablik. Nokkur 100 milljónir að... Sleppa tökunum og njóta augnabliksins. Og þá var þetta allt í okkur. Engin spurning, sko. Myndið þið taka þátt aftur í keppninni ef ykkur byggðist það? Þið eru náttúrulega ekki með í kvöld, ég meina að það verður forkeppni kannski eftir á næsta ári. Já, það stendur ekkert til eða neitt og maður er náttúrulega aldrei að segja aldrei. Ef ég fengi alveg lag sem ég finnst sjúklega, þá myndi ég alveg gera það. En það var þetta einn skemmtilegasta vika í lífi mínu, sko. Þannig út í Jerúsalem. Ég myndi hugsanlega gera það líka, ég fengi flott lag. Ekki spurning, ég meina, bara gaman að þessu. Ég er sammála ykkur báðum, Selma sérstaklega, þetta var skemmtilegasta vika lífs míns og skemmtilegustu 3 mínútur ævi minnar líka. En ég, fyrir mitt leyti búinn að ákveða að ég vil ekki taka þátt aftur í keppninni af því að keppnin gaf mér allt sem hún gat gefið mér. Og í rauninni, ef ég myndi fara aftur þá væri ég bara að fara nú til þess að toppa sjálfan mig. Veistu hvað var ég að fara að toppa? Veistu í rauninni? Einmitt. En að samanskapi, gott lag er gott lag. Þið væri gott nýtt æsitríó, sko, það væri... Er þetta með þetta? Já, ekki þeim. Þetta er orðið gott, við erum að drífa okkur, við erum að segja. Eiki Hauksmann! Kom með búninginn. Þau eru að fara í búningana? Já, við erum að fara í búningana. Er þetta búið? Þetta er að vera búið, nú ættum við að drífa. Spaugstofan var að koma að stað og við fullt hús í Háskóla Bíó sem býður eftir okkur. Má ég fá þetta rána fólmi? Er þetta búin að það sjá? Þú passar ekkert í þetta lengur? Nei. Þú grætir hann ekkert? Nei. En ég veit að dætur mínar vilja endilega eignast þetta, þannig að þú veist ekki vel verið... Ég skal fara vel með það. Byrjum við í þessu lagi eða kannski byrjum við allavega við förum í þessu niðri til? Við skulum byrja svona, bara í leigubílum niðri til, sko. Það er ok. Kollan, já. Hún verður ekki sett upp, þetta er alveg nú hallarlegt svona. Var ekki Eiki í frakka eða er hann svona mikið minn en þú bara? Hann er svona tölvöld lítill bara, ég reyndi þetta bara eins og jakki. Ég þú vissi ekki að verið dottur. Stuttan er bara svona stuttur. Þetta er doppbóttur jakki. Þetta er mjög fínt. Heyrðu, jæja,
Takk fyrir komuna. Nú drífa okkur niður í Háskólabíó, skiptum föt og svona gera sér kláran. Byrjar eftir klukkutíma eða eitthvað. Svakalega gaman í kvöld, maður. Sjáumst þar. Já. Og við sjáumst á skjánum líka á eftir. Spaugstofan tekur við núna með einhvern Eurovision skotinn þátt. Það verður gaman að þessi kvöld, fylgist með í allt kvöld og við sjáumst hér í laugardagskvöld að viku liðinni. Bless.